Tap eftir hörkuleik hér í kvöld, hvað að gerast þér okkur? Hörru, við spilum bara vel, fannst mér, alveg í svona 35 mínútur var vörnin okkar mjög góð og þeir áttu í vandræðum, vissu svona ekki alveg hvernig þeir áttu að brjóta sér í gegnum hana en þeir gerðu mjög vel síðustu 5 mínúturna þar sem fundu glufur á henni og Pavel hitti stórum skotum sem við verðum að lifa með, þú veist, við svo sem ef maður ætti að velja þá hafa þeir margar góðar skittur og Pavel bara svaraði því og hitti, skilur, og það var gott í honum og hann var að vera að fá kredit fyrir það. En hérna, við vildum að þeir fengi ekki þetta flæði sem eru vanir að vera í, sérstaklega þeir spila boltaskrín, sókn og við tókum það út úr sínu systemi svolítið en þeir fundu svör á síðustu mínútunum og það var nóg fyrir þá. 3-0, einhverju sópa út eftir ég meina þið voru ekki í úrslitakeppninni fyrra, eru núna í 5. sæti í deildinni. Það getur að teljast skref fram á þér samt sem áður. Já, við samt lítum ekki á það þannig að því að við eigum náttúrulega að vera í úrslitakeppninni alltaf og þekkjum ekkert annað fyrir utan síðasta ár og auðvitað eru mikil vonbrigði að við skulum lenda í 5. sæti og spila vel í deildinni á pörtum og vera nálægt í að fá heimavallarréttina með einhverjum 2 leikjum. Þá er náttúrulega mjög svekkjandi að tapa og detta út í fyrstu umferð 3-0 og þannig að þetta eru vonbrigði sjálfsögðu. Spiliði í þessari seríu, þá eigið í raun og veru heimaleikurinn var lélegur hjá okkur. Mínum að. Já, satt. En hinir 2 leikirnir, fyrri hálfleikur mjög góður í fyrst. Og þessi leikur, bara mjög fínir. Já, en það þarf að gera meira til þess að vinna þá og við hefðum þurft að hafa lengri góða kafla í leik 1 og við áttum bara að vera betri í endan hérna. Þú veist, þeir fengu bara ómikið á auðveldum skotum þegar leið á 4. leikluta og þar unnuður okkur. Ef við höfum stoppað oftar þá hefðum við átt meiri séns og þetta leit vel út þegar 4. var hálfnaður en þeir kláruðu þetta. Nú ert þú, ég meina, þú ert einn af eldri mönnum liðsins og kannski svona venja að spyrja hvort að... Deildarinnar. Hvort að menn sé að hætta, ég ætla frekar að spyrja þig bara hvað áttu mörg ára eftir? Ég á alveg nokkur ára eftir. Já, mér líður mjög vel og ég legg á mig náttúrulega að halda mér þannig og ef ég er meiðslafrýr og líður vel í skrokknu þá á ég mörg ára eftir. Geggjað. Takk.